eiginlega? Aldrei neitt til hérna, eitthvað gott. Ég langar bara í eitthvað. Hvað eiginlega í gangi hérna? Er þetta þú? Hálfin í skápum og skúfum heim í höfður að athuga hvort það sé eitthvað til sem að þú getur fengið þér að borða. Eitthvað sem þú getur sett upp í þig. Ef svo þá gæti náttúrulega verið að þú væri með skápaóverð. En það er þetta þegar maður að leita í skápa og skúfur seinnipartinn og kvöldin og að leita einhverju sem maður veit ekki nákvæmlega hvað en bara eitthvað af því að og okkur líður í rauninni þannig eins og sé að fara að bjarga líf okkar en okkur vantar bara eitthvað til að líða aðeins betur. Og það er þetta margvíslegar ástæður fyrir skápaóverð en það geta bæði verið líkamlegar og tengdar tilfinningum og ég búin að skipta þessu í 7 mismunandi flokka. Þannig að það getur alveg verið að lendi í fleiri en einum flokka því að það getur alveg bæði verið líkamlegar og tilfinningar tengdar ástæður fyrir skápaóverðinni. En ég er Ragnheiður, ég er næringarfræðingur jógakennari og ég er með síðuna næringu og núvitund og ég hef náð að sameina þetta tvennt, næringunni og núvitundina af því ég er með svo ólíku bakgrunni. Og ég útbjó próf sem að getur sýnt þér fram á þínar ástæður þannig að þú getur gert breytingar ef þú vilt. Þannig að þú getur fundið hjá sjálfri þér hvaða ástæður eru þarna bakvið. Af því að þær breytingar sem við gerum sem er bara ég vil breyta þessu eða þetta er bara orðið var ég verið að gera eitthvað í þessu. Þær renna mjög fljótlega út í sandinn. Þannig að maður verður að fá aðeins skýrara sýn á skápaóverðina sína til að geta gert breytingar og þess vegna útbjó ég þetta próf. Þannig að það er á ergotjóns.com/próf þannig að það er að gera að taka það svo að þú getur gert breytingar fyrir þig. Gangi þér vel.